Góðan dag. Ég ætla að byrja á að biðja þá sem eru með opnar tölvur að annaðhvort loka þeim eða sitja í öftustu tveimur röðunum. Sama og ég tók í síðasta tíma. Second hand smoking. Það sem við ætlum að byrja á að gera í dag að ræða aðeins breytingar á fyrirkomulagi á skilum á dæmatímaverkefnum. Þó svo að verkefni sem ég setti fyrir núna sé ekkert sérstaklega flókið úrlausnar þó svo að það sé ekki búið að fara í aggregate hlutan áður en þið skilið í, þá almennt betra að vera búin að fara yfir efni dæmatímaverkefnana áður en þið þurfið að skila þeim. Af þeirri ástæðu, ég held að sé allavega augljós kostur fyrir ykkur, að þá verða skilin héðan í frá á miðnætti á miðvikudögum. Þá hafið þið séð báða fyrirlestrana og hafið einhver tíma til að vinna úr þessu. Passið ykkur bara á því að þetta tvíeggjað vegna þess að með því að gefa ykkur miklu lengri tíma fyrir að vinna verkefnið þá meiri hætta á að þið setjið alltaf mikinn tíma í verkefnin. Þessi verkefni eru gerð þannig að ef að þið horfið á fyrirlestra og lesið bókina þá eigið að geta leyst það á 90 mínútum. Ekki setja alltaf mikinn tíma í þau. Og örlítið Project 1, þið eruð að nota sama gagnagrunn og notaður í Assignment 2. Svo ef þið eruð að nota sýndarvélina, þá einfaldlega notið bara sama grunnin og ekkert mál. Ef þið eruð að nota ykkar eigin uppsetningu á Postgres, þá eruð þið búin að setja upp það sem þið þurfið þegar þið hafið leyst Assignment 2. Þið eru raun og veru bara þegar þið lesið inn grunnin fyrir Assignment 2. Og hve mörg ykkar eru byrjuð á Project 1? Ok, slatti, flott. Fyrirspurnirnar í Assignment 2 eru fyrirspurnir þar sem þið eigið að leysa ákveðin fyrirspurnarmynstur. Fyrirspurnirnar í Project 1 eru sértækar fyrirspurnir en þetta eru ofsalega sambærilegir hlutir. Svo að það að leysa Assignment 2 hjálpar ykkur að leysa fyrsta projektið. Og almennt RTFM þegar ég sem lokaprófið í kursinum þá lít ég aldrei á glærurnar mínar. Ég tek bókina, ég sest niður með hana og ég sem spurningar. Það alveg gefið að það verða spurningar á lokaprófi sem voru ekki á glærum og ég tók ekki fyrir í fyrirlestrum. Próf, kofvera, allt námsefnið. Ef þið lesið ekki bókina, þá borgið þið fyrir það í lokaprófi. Svo, lesið bókina. Það sem við fórum í síðast var grunnuppbygging select-setninga, select from, where, join og order by. Og það sem við ætlum að, ég ítti á alla taka, en takk fyrir að benda mér á þetta. Þetta ekki fyrsta skipti síðan að þessum árangri. Það var ekkert sérstaklega merkilegt á fyrstu glærunni. Það var bara RTFM. En, má nú sjá. Já, þannig þetta komið upp. Og það sem við ætlum að fara í dag eru aggregations, samsöfnun. Sum, average, count, min, max, median og fleiri og síðan group by og having sem eiga við aggregations. Og ég ætla bara að hoppa beint út í þetta og skýra þetta jafnóðum. Sum, average, count, min og max getum við notað á dálk eða dálka í select-klausunni til þess að framleiða samtölu eða samsöfnun á gögnum viðkomandi dálks. Og count stjarna telur fyrir okkur raðir í töflunni. Ef við segjum select count stjarna from A, þá fáum við fjölda raða í töflunni A. Ég held að það sé langbest að fara bara í þetta með dæmum. Ef við selectum upp úr selstöflunni sem við höfum verið að nota
og hérna niður í en þið sjáu það ekki nógu vel. Ég seti þetta upp á eftir þegar við förum að skrifa select-setningar. Select average price from cells where coffee equals Maracaibo. Þessi fyrirspurn gefur okkur meðalverð á Maracaibo kaffetegundinni í öllum kaffihúsum. Og average ekkert annað en summan af verðunum deilt með fjölda. Allir sáttir? Við þegar við erum að telja hluti, þá erum við að telja raðir, nema við tökum annað sérstaklega fram. Ef við viljum telja einhverjum gildi í einhverjum dálki, þá þurfum við að bæta distinkt við. Og ef við horfum finnið mismunandi verð sem rukkað fyrir Maracaibo. Hve mörg mismunandi verð eru á Maracaibo kaffinu? Þá seldum við select count og innan sviga distinct. Og athugið að svigarnir í SQL eru nákvæmlega eins og curly brackets í C++. Þið lærið C++ eða ekki? Já, flott. Þetta scope. Þetta nú ekkert annað en bara forritunarmál. Þetta scope sem að skilgreina, nema þetta forritunarmál þannig að þið lýsið hvað þið viljið fá í staðinn fyrir að lýsa í hvað skrefum þið ætlið að framkvæma það. En við það að setja distinct inn í svigan, þá erum við að fá fyrst settið af öllum mismunandi verðum og síðan það talið. Hvað gerist ef við setjum distinct hinum megin? Það að segja, ef við tökum distinct í burtu hérna, má við sjá, fjarlægjum það hér og setjum hér. Hvaða niðurstöðu fáum við þá? Eins og þessi fyrirspurn skrifuð, þá skilur hún bara einni röð. Það bara fjöldi verða á Maracaibo og tekur síðan distinct, ég má ekki setja hér, ég þarf að setja hér. Ég ekki betur vaknaður en þig greinilega. Það sem hún skilar við færum distinct þarna, við megum alls ekki hafa það fyrir framan að þá fáum við einfaldlega distinct einu töluna sem fyrirspurnin skilaði hvort þið Það engin munur á að sleppa distinct og að setja distinct fyrir framan count. Nema að þið séu með group by og þið séu með margar raðir. Ef þetta bara count á töflu með ekkert group by, þá fáum við bara eina tölu í svari. Og það að fá þessa einu tölu einhverjma skilar okkur náttúrulega bara þessari sömu einu tölu. Almennt null, null skortur á gildi, óþekkt. Null kemur aldrei inn í summur, meðaltöl eða fjölda og það getur aldrei verið hámark eða lágmark. Ef að það eru eingöngu null í einhverjum öllum gildum eða öllum röðum í einhverjum dálki, að þá niðurstaðan úr aggregation, sum, average og svo framvegis null. Við erum að passa ykkur á sem þess að þið getið fengið villur í niðurstöðunar ykkar ef þið reiknið ekki með því að geta fengið null. Við erum bara að skoða skilgreiningarnar á dálkunum. Gæti verið eingöngu null í þessum dálki og setið sér meðhandlum fyrir það. Undantekningin á þessu að ef þið teljið tómasettið, þá fáið út 0. Þess að ef þið gerir count á dálk, þar sem allar raðir innihalda 0, þá svarið 0. Þessi við dæmi hvernig þetta virkar. Ef við horfum á fyrirspurnina, select count stjarna from cells where coffee equals Maracaibo, þá þetta fjöldi kaffihúsa sem selja Maracaibo. Ef við skoðum síðan neðri fyrirspurnina, select count price. Einu munurinn á þeim count stjarna á móti count price. Þá þetta fjöldi kaffihúsa
sem selur Maracaibo og gefur upp verðið. Þar sem við höfum verðupplýsingar. Ef það eru kaffihús sem selja Maracaibo en vilja af einhverjum ástæðum ekki gefa upp verðið eða hafa bara ekki gefið það upp, þá koma þau inn hérna að þetta telur raðirnar og það er lykill í töflunni sem því það er engin röð sem er með 0 í öllum dálkum. Ef við horfum á seinni, þá telur það ekki ef það er 0 í price, af því það 0 koma ekki inn í aggregations. Allir með? Gott, þeir eru svo þögul, að stundum veit ég ekkert hvort þið eruð annarkvort að skilja það sem ég er að segja eða að bíða eftir er hann ekki að verða búin að þessu. Ok, nú skulum við skrifa fyrirspurnir. Fyrir hvert kaffihús sýnið meðalverðið á öllum kaffitegundum í því kaffihúsi. Má við sjá. Og hér, má við sjá, ég vona að ég geti lesið þetta. Svo, ég skal gera það. Þetta er endar pinkulítið kringnislegt, rauðun á þessu. En við erum með sömu blokkir og vanalega, nema út af þessu hér. Þetta flækir líf okkar aðeins. Svo þess vegna þurfum við svona. Rétt upp hendi þegar þið búin með þetta. Ok, gefum ykkur aðeins lengri tíma. Ok, úr hvaða töflu vil ég leysa þetta? Sels, sammála því. Og hvað viljum við selekta upp úr þessu? Sko, út af þessu for each coffee house þurfum við eiginlega að velja, já, akkurat. Já, það er alveg hárrétt. Er betri venja að hafa breytu fyrir sels? Já, almennt. Já, takk. Ég elska þegar nemendur koma með allar spurningarnar sem ég vil fá. Sko, er betra að hafa breytu fyrir allar töflur? Svarið er já. Þetta er bara einfaldlega disambiguation, sem ég ætla ekki að þýða yfir íslensku. Og þó svo þið séð bara nota eina töflu, venjið ykkur á að gera þetta. Þess að mjög margar fyrirspurnir sem þið munið skrifa í alvöru hugbúnaðarkerfum, þeim er breytt seinna og þeim er oft breytt þannig að það bætast við töflur. Svo ef þið gerir þetta alltaf, þá verða þeir einfaldlega skýrari þegar þeim er breytt. Og ef þið eru að nota fleiri en eina töflu,
þá bara skýrt leið og lest fyrirspurnina hvaðan koma dálkarnir. Og þegar þið ferð að pæla í afköstum fyrirspurna, þá þurfið að vita hvaðan allir dálkar koma, hvaðan þeir eru lesnir, til þess að geta besta fyrirspurninnar. Svo þetta mjög gagnlegt, venjið ykkur á að nota alltaf table aliasa. Það að segja S fyrir cells í þessu tilfelli. Svona, Group by S Coffee House. Þetta þýðir að við munum birta eina röð í niðurstöðunum fyrir hvert kaffihús og í þeirri röð birtum við nafnið á kaffihúsinu og meðalverð og dálkurinn heitir average price fyrir meðalverðið. Allir sáttir? Ok. En þetta. Fyrir hvert kaffihús birtið fjölda kaffitegunda sem seldar eru í kaffihúsinu. Og leið og þið fáið for each, þá á bjöllu að hringja í höfðinu á okkur sem segir Group by. Það ofsalega hjálplegt að mæta með blöð og einhver ritfæri í þennan tíma vegna þess að þið eruð að þjálfa upp hæfni í SQL og þetta bara ein aðferð við að læra þetta og hún virkar mun betur heldur en að lesa syntaxin á þessu. Svo að ef þið eruð ekki með blöð og ritfæri í þessum tíma, þá mun hann ekki nýtast ykkur mjög vel. Réttið upp henda verið búin. Aðeins lengri tíma. Hvaða töflur viljið þið nota hér? Cells, á. Og hvað viljið þið lesa upp eða birta í niðurstöðum? Og gott að reikna með heilindum gagna. En ein góð spurning. Sko, nei. Stuttasvarið nei. En ef að skemað hefur verið vel skrifað, það að segja að allir dálkar sem megi ekki vera null eru skilgreindir not null og að foreign keyer eru notaðir þar sem hægt til að tryggja gagna heilindi og önnur constraint eftir þörfum, að þá endaru allavega með gögn sem eru nokkuð góð. En nei, þú þarft yfirleitt að athuga bara hvert ástandið á gögnunum áður en þú gefur frá þér niðurstöður þar sem segir bara þetta svona. Svo þú mátt eiginlega ekki reikna með.
Count distinct. Sko, þú skoðar skilgreininguna á dálkinum. Er unique key á dálkinum sem þú ert að counta upp? Ef þú ert að counta upp einn dálk. Ef hann er lykill, þá náttúrulega veistu að hann er distinct. Þú þarft að athuga þessa hluti þegar þú skrifar fyrirspurnirnar til þess að þú sért ekki að láta gagnagrunninn gera eitthvað sem er dýrara eða óþarfi. Svo maður þarf að skoða skema þegar maður er að skrifa svona hluti og þekkir ekki gögnum sem maður er að vinna með. En allavega, við ætlum að skrifa count og þar sem við erum að eltast við fjölda kaffitegunda. En þá setjum við S-coffee en athugið að í þessu tilfelli gætum við alveg sett stjarna vegna þess að coffee er hluti af lyklinum í töflunni. Sem þýðir það að það er aldrei null í coffee. Það skilar alltaf sömu niðurstöðu. Já, en þú fær alltaf kaffið sjálft skrifað. Þú fær ekki endilega verðið. Það er alveg rétt. Verðið er ekki hluti af lykli og við vitum ekkert hvort að það er not null skilgreint í töflunni út frá þessum upplýsingum. En við vitum að coffee er hluti af lyklinum, eins og coffee house. Þetta tvennt er samsettur lykill. Og þar af leiðir getur aldrei verið null í coffee og þar af leiðir skilar það alltaf sömu niðurstöðu að telja coffee og að telja stjörnu. Svo þetta er svarið hér. Grúpa, við skulum hafa grúpa, það hjálpar. Svona. Eftir að við höfum skrifað select from verklausu og eins og þið hafið séð að þá er verklausan valkvæm, að þá getum við bætt við grúpa og lista af eigendum / dálkum. Eigendum ef þið eruð að horfa á relational modelið, dálkum ef þið eruð að hugsa út frá töflum. Og taflan sem þetta skilar af sér, select from where hlutin, er samsöfnuð eða hópuð út frá gildunum á öllum þessum dálkum sem þið tölduð upp. Það er að segja dálkunum sem eru ekki inn í einhverju aggregate falli. Coffee house í því sem við höfum verið að taka fram á þessu. Það var eini dálkurinn sem var ekki aggregated. Og fyrir hvert gildi á þessum dálki eða dálkum framleiðið þið eina samtölu. Má sjá, ef við skoðum þetta með Cells og Coffee House, ef við ætlum að finna meðalverð fyrir hverja kaffitegund, select coffee average price from Cells group by coffee. Og það sem við fáum út eru ein lína fyrir hverja kaffitegund, af því að coffee er eini dálkurinn sem er ekki aggregated og meðalverð fyrir það kaffi þvert yfir öll kaffihús. Allir með? Ekki traustvekjandi. Það segir engin já og engin réttur í fendi. Ef það er eitthvað óljóst, kom með spurningar. Það er ekki til heimskulega spurningar. Já. Aggregationin þarf aldrei að koma fyrir í grúpagrunnum, en allir liðir sem eru komnir fram sem dálkar í select-skipinu munu þurfa að koma fram. Sko, allir, það kemur pingulítið caveat á þessu á eftir, en við skulum horfa á bara almennu regluna og almenna reglan er að allir dálkar sem eru ekki aggregated, eru ekki inn í einhverju aggregate falli, þeir þurfa að koma fram í grúpa. Það er hópunin. Þú ert að taka samtölur fyrir einhvern hóp og í þessu tilfelli skilgreinir coffee hópin. Ef þú væri með 2 dálka, þá væri það væri hver hópur einhverjum röð af þessum 2 dálkum og samtala fyrir allar raðir þar sem að þessi gildi eru eins. Ok, mjög gott. En við það að, við förum aðeins betur í gegnum þetta, en við það líka að þið skrifið fyrirspurnir ofan á gögn sem þið bjugguð til og þekkið, eða bara þekkið, þá fattið þið mjög fljótt hvernig þetta virkar. Lykilatriði í að skilja SQL vel er að skrifa fullt af fyrirspurnum og skoða niðurstöðurnar. Bara með lítið af gögnum, þannig að þið séu alveg með það á hreinu, já, það á að skila þessu. Fleiri dæmi.
og hér ætlum við að joina saman cells og frequents til þess að fyrir hvern kaffidrykkjumann þá ætlum við að finna meðalverð af Maracaibo á kaffihúsunum sem þeir sækja. Að þá fáum við select drinker, average price og ef þið pælið í hvernig þetta framkvæmt, hvað að gerast á bakvið, að where beer equals but. Hér hef ég verið orðin aðeins og þreyttur þegar ég var að etja þetta glærur í gærkvöldi. Þetta á að vera where S coffee equals Maracaibo. Það sem gerist fyrst það, að það er engin verskilyrði hér nema join skilyrðin og í þessu tilfelli skilyrði á að sía Maracaibo. Svo það sem að gerist það, að út frá módulunum sem við tókum fyrir síðast, þá byrjum við að joina töflurnar á kaffihús og búa til eina töflu úr því. Síðan síum við í burt allar raðir sem innihalda ekki Maracaibo. Og að þessu loknu förum við í gegnum töfluna sem er eftir og fyrir hvert einhverjum gildi á drinker reiknum við meðalverð. Þið þurfum svolítið að hugsa þetta svona. Þetta hjálpar ykkur við að sjá hvort þið séð að gera eða fá rétta niðurstöðu eða ekki. Ég voni náið dæmi í lokin á næsta tíma þar sem að ég rúllaði í gegnum nákvæmlega hvernig það virkar með ykkur. Ef ekki, þá set ég lausnir á dæmonum á glærunum, allavega langflestum dæmonum, á MySchool undir annað efni og þá getið þið bara skoðað svörin sjálf. En ekki líta á það þannig að þið þurfið ekki að skrifa þetta í tímum fyrir spurnirnar, þess að þið lærið miklu meira á því að leysa þetta í tíma heldur en að lesa svör eftir mig. Já. Er einhver ástæða fyrir að nota eða ekki join þannig? Nei, ástæðan ég tók glæru sem Björn Þór skrifaði og hann skrifar, að því hann svo gamall, ég vona að hann heyri þetta, hann skrifar gamla syntaxina því að ANSI joinin voru bara ekki komin þegar hann lærði þetta. Það var ekki í gagnagrunnunum þó svo það verið kannski komin inn í standardin. Almennt mæli ég með að nota ANSI join syntaxin. Það ekki þannig að hver drinker kann líkvönda mörg kaffi? Sko, eins og töflurnar eru skilgreindar þá ertu með drinkur og koffi á sem lykil svo svarið jú. Og það annars væri þetta líka tiltölulega óspennandi, menn annars væri þetta alltaf bara ein tala. Og það myndi ekki hjálpa okkur, það væri alltaf bara ein röð fyrir hvert drinker og hvert kaffihús getur bara verið með Maracaibo einu sinni vegna þess að lykillinn koffi og coffeehouse á Cells sem þýðir að hver kaffitegund getur bara komið einu sinni fyrir í hverju kaffihúsi. Og ein ástæðan fyrir að þetta á einhvern hátt áhugavert að hver kaffidrykkjumaður getur sótt fleiri en eitt kaffihús. Svo, listar með aggregation. Þetta sem við nefndum áðan, hvar þurfa dálkarnir að vera. Ef við erum að nota aggregation, þá þurfa allir dálkar í select listanum að vera annarkvort aggregated inn í einhverju aggregate falli, vera dálkur sem notaður í group by upptalningunni og síðan þarna kem ég að undantekningunni. Ég mun henda inn link á útskýringu á þessu á MySchool undir annað efni, en það undantekning í ANSI SQL staðlinum sem segir að ef dálkur háður öðrum dálki, þess að ef það dependency tengsl þar á milli, þá má hann koma í select upptalninguna án þess að vera í group by. Og við förum í hvað þetta að vera háður öðrum dálki þýðir seinna í kursinum. En síðan mismunandi eftir gagnagrunnum hvort þetta útfært eða ekki. MySQL veit ég að leyfir þetta, Oracle leyfir þetta ekki, svo að almenna reglan annarkvort þarf dálkurinn að vera aggregated eða talin upp í group by listanum. En það gott að vita af því að það til
undantekning á þessu í staðli sem sumir gagnagrunnar útfæra. Svo, nú skulum við framleiða ólöglega fyrirspurn. Nú ætlum við að finna kaffihús, ekki bar, ég var mjög þreyttur í gærkvöldi þegar ég vann þetta, sem selur ódýrasta kaffið með eftirfarandi fyrirspurn. Select coffee house, min price from cells. Þetta hins vegar ólögleg fyrirspurn. Vegna þess að við erum ekki með neitt grúpa í skilyrði. Við vorum að tala bara núna áðan, annarkvort þarf dálkurinn að vera í aggregate falli eða talin upp í grúpa. Coffee house hvorugt. Svo við getum ekki skrifa svona fyrirspurnir. Til þess að leysa þetta tilvik, að við viljum alls ekki fá þetta per kaffihús, heldur bara kaffihúsið sem selur ódýrasta kaffið, þá mynstrið sem við notum til að leysa það svona. Select coffee house price from cells, where price equals, select min price from cells. Og athugið að ef það eru fleiri en eitt kaffihús sem selja kaffi á ódýrasta verði, þá koma fleiri en ein röð í niðurstöðum. En þetta mynstur sem þið verðið að læra. Þið munið þurfa að nota þetta. Hægt að búa til nýjan dálk með aggregation? Sko, já, þú getur það. Þú getur meiri segið sumum gagnagrunnum búið til logical dálkar sem bara uppreiknaðir on the fly. En gallinn við það ef þú ert að fara að setja í þessu tilfelli fasta í allar raðir í töflunni, þá þarf þetta að uppfæra allar raðir í töflunni ef það kemur inn ný röð sem inniheldur lægra verð. Svo almennt þetta ekki heppilegt. Ég myndi að segja að aldrei nokkuð tímann að gera þetta í live-kerfi. En það hægt, eins og fullt af öðrum hlutum sem ekki góð hugmynd. Ok, skrifum nú fyrirspurn. Finnið verðið á dýrasta kaffinu, sama hvaðan það kemur, sama hver selur það. Hefur verið snakkað þessu? Skrifið, sjáðu hvað það rétt. Þið lærið alveg helling af því að fara í gegnum það að skrifa fyrirspurningar. Það festir það virkilega vel. Og athugið að það eingöngu beðið verðið, ekki hvar það selt eða neitt annað. Nei, ekki eins og spurningin orðuð. Það kannski ekki gagnlegt, en þetta það sem beðið Ha? Já. Fyrir tölfræði þá getur þetta verið gagnlegt. Hve margir eru búnir? Alveg slatti. Og eini staðar sem við höfum verðupplýsingar í cells. Svo við ætlum að lesa þetta héðan. En hvað ætlaði að setja í select? Já, það rétt. Í þessu tilfelli, að því við erum eingöngu að eltast við verðið, þá getum við nota max beint. Ef við hefðum verið að eltast við verðið og í hvaða kaffihús það selt eða hvaða kaffi það, þá hefðum við þurft að nota sama mynstur og áðan. Nota subquery, fyrirspurn inn í svigum eins og hér heitir subquery.
En af því við erum eingöngu að eldast við aggregated gildið, þá getum við keyrt fyrirspurnina svona. Og þetta aftur, já. Þannig ef við verðum að leita að einhverju meiru, þá verður þetta nákvæmlega svo fyrirspurnin áðan nema max í staðan fyrir minn. Já, akkurat. Þetta er akkurat mynstrið sem ég að reyna að kenna ykkur. Að ef þið eru að eldast við fleiri en einn dálk, þá það að nota subquery til að finna svona jaðartilvik. Ef þið eru bara að eldast við aggregated value, þá getið þið notað fallið beint. Þurfið ekki subquery. Finnið nafn og verð á dýrasta kaffinu. Nú fáum við þessu útgáfu. Eftir umræðuna þá hefur það verið eldsnögg að skrifa þetta upp. Sjá. Rate-up-hendi búin. Slat búin. Við erum líka búin að tala nokkuð vel þetta. Og við ætlum að taka cells S, einið staðar sem við höfum verið upplýsingar í þessu skema. Og við þurfum að velja nafnið á kaffinu, það tekið fram, svo S coffee og S price. Af því við erum að eldast við bæði, þá erum við ekki að nota neitt aggregation fall hér. Svona. Nákvæmlega eins og fyrirspurnin sem var tekin sem dæma áðan, nema við erum að taka max og koffi í staðan fyrir koffi á segir maður rétt. Allir sáttu við þetta? Gott. En já. Öðru nafni? Nei. Enn aftur spurning sem ég glaði mér. Tilfellið af því að svíinn hérna skilgreinir scope, að þá getum við leyft okkur að nota sama nafnið. En leið og við förum að skrifa það sem heitir correlated subquery, þá setjum við inn hérna, atriðið það sem ég að fara að skrifa núna, ekki vitrænt í þessari fyrirspurn, heldur til þess að sýna ykkur syntax. Að þá myndum við bæta við hérna, where S2 eitthvað ID sama sem S1 eitthvað ID. Og leiður fyrir að skrifa svona queries, þá afskaplega heppilegt að þetta heita ekki sama nafnu, þannig að þá hefur gagnagrunninn enga hugmynd hvað þið að biðja og því fóðu villi. Svo almenna reglan ekki nota sama alias í gegnum scope-keðjuna. Svissið aliasunum vegna þess að það kemur í veg fyrir svona rugling. En í þessari fyrirspurn þá akkurat ekkert vitið þessu. Næsta, birtið nafn og verð á ódýrasta kaffinu og nafn og heimilisfang á kaffihúsinu. Aðeins flóknara, sama hugsun. Byrju. Ekki hjá blögt.
atriðið að þegar ég skrifa join, þá það stytting fyrir inner join. Ef ég að skrifa fyrirspurnir professionally, þá skrifa ég inner join. Þannig að það fari ekkert á milli mála. Hér ég að spara pláss. Hinnar. Já, við munum koma inn á aðra gerðir á joinum. Þetta inngangur á SQL sem verið í núna. Við förum aðeins dýpra. Rétti vinsamlegu pendaðir búin. Ok, örlítið lengri tími. Ok, þá skulum við fara yfir þetta. Hvaðan vil ég lesa gögnin? Cells, við þurfum það út af verði, einu staðar sem við höfum það. Og hvaðan annar staðar? Join coffeehouse C on c.name saman sem s.coffeehouse. Það komið með joinið okkar. Hvað fleira þurfum við inn? Það skiptir engu máli. Þetta ekki case sensitive. Jú, ef ég skrifa þetta aftur, ef ég að skrifa fyrirspurnir í hugbúnaðarkerfum, þá skrifa ég öll lykilorð í SQL-málinu í hástöfum og alla dálka í lágstöfum. Það var mjög auðvelt að lesa það, en það ekkert í staðlunum sem að krefur ykkur að hafa þetta case sensitive. Það bara staðlun ekki case sensitive. Já. Nei, þarna kemur það alveg út á eitt og almennt að þá hefur röð taflna sem þið teljið upp í fyrirspurn engin áhrif á hvað fyrirspurnabestarinn framkvæmir. Hann einfaldlega skoðar metadata töflurnar og ákveður og indexa og ákveður hvar sé best fyrir sig að byrja. Ef þær eru líklaðar saman með inner joinum, þá skiptir það í raun og veru ekki máli upp á niðurstöðuna. Hún verður alltaf svo sama. Ef þú ert komin í outer join, þá horfir það öðruvísi við. En ég fer í sjálfu sér ekkert í það í þessum kurs, það gagn 2. Eða öfugt. Já, skiptir máli röðunin á töflu og dálk í join skilyrðinu on? Nei. Ef þið að gera inner join, þá skiptir það engu máli. Ef þið að skrifa outer join, þá skulið þið passa hvernig þið snúðu þessu.
Cross-join skiptir engu máli. Cross-join bara Cartesian product af báðum töflunum. Svo eina áhrifin sem það gæti haft væri röðunum á gögnunum. Og SQL tryggir ekki röð á gögnum. Ef þið setið ekki order by skipun, þá bara happa-glappa hvað röði fáið þau í. Eftir hvaða indexar eru til staðar yfirleitt. Það stýrir röðunni yfirleitt. Já. ANSI join. Já. Já. Já, skulum hafa þetta rétt. Nei, það kemur bara fram í joininu, en þú getur litið á og sér að ég indenta joinið. Í raun og veru þetta bara hluti af from-klausunni. Já, endilega. Já. Já, það nákvæmlega ef ég væri að nota gamla syntaxin, þá myndi ég skrifa where c.name saman sem s.coffeehouse and næstu skilyrði. Og hvað langar okkur að setja hér? Það var min price, sjá. S2, það sem engin leið að lesa þetta. Svona, en nú þurfum við hvað ætlum við að selekta upp? Við áttum að fá nafnið á kaffinu, við áttum að fá verðið á kaffinu. En hvað var hitt, segið þið? Svo. Nei, það nákvæmlega sami hluturinn og ef við skoðum join skilyrðin, þá erum við hvort þið búin að joina á þessu, svo það engin fræðilegur möguleiki að það geti verið eitthvað annað. Svo að eina breytingin í þessari fyrirspurn og síðan fyrirspurnunum sem við vorum að fara í að það bættist við join. Allt hitt alveg eins. Og nú fyrir við aðeins í having. Having til að festa þetta í hausnum á okkur á sem einfaldastan hátt, þá þetta verskilyrði á grúpurnar. Við byrjum á því að taka gögnin, framleiða pásu, já, við skulum bara hafa 5 mínútur núna. Reyndar áður en þið sleppið, hve mörg ykkar drekka kaffi? Sæmilegt, ég mæli með kaffi. Heyrðu, við tökum 5 mínútur, því miður að það verður upptakan í gangi, þar sem að Google ekki hjálplegt við að setja pásu.
Nei, þú lærir, þú... Hvernig að nota ID? Þið notum þetta bara grunninn eins og hann Já. Það fyrir það. Ég bara að einn og auðvitað að vinna. Það einstaklega hluti sem náttúrulega líka eins og ís og standard það að breytast. En ég telur náttúrulega líka sumstaðar, ekki alltaf. Og almennt fólk ætla að aðra mín sem verður það minnst að það Erum við ekki búið með 5 mínútur? Ha? Já, ok. Gefum kaffifólkinu 2 mínútur. Ég hef mikinn skilning á því að fólk þurfi kaffi svona snemma morguns.
Þá skulum við halda áfram. Having-klausan eins og ég kommentaði áðan, til að muna hvað gerir hún. Þið getið hugsað hana sem ver-klausu fyrir grúppa í niðurstöðunar. Það að segja að við keyrum fyrst í gegnum select from where og grúppa í hlutana, skilum grúppu og aggregate tölum í niðurstöðutöflu, síðan keyrum við having á það og skilum eingöngu þeim grúppa í niðurstöðum sem að uppfylla having skilyrðið í outputu af fyrirspurninni. Allir með eða þurftuðu meira kaffi? Meira kaffi? Ok, ég skal útskýra þetta með dæmi. Gerist having á eftir aggregationinni? Já, og það lykilatriði. Þetta er raun og veru þið getur hugsað það þannig að ef við tækið fyrirspurn með grúppæ og skrifuðu niðurstöðuna á hún út, þá keyriði having á þær niðurstöður. Þetta er bara filter. Eins og ver filter á byrjunum á fyrirspurninni, þá having filter á aggregate niðurstöður. Af hverju mætti þetta ekki allt verið í ver? Að því í sumum tilfellum réttara sagt, having gagnlegt í þeim tilfellum þar sem að þú ert að sía útgögn á niðurstöðunum úr aggregate-föllunum sem þú hefur ekki þegar þú ert að keyra verskilyrðin. Sjá dæmi hérna. Þið þurfið ekki að leysa þetta. Ef við tökum Cells og Coffee og finnum meðalverð á þeim kaffitegundum sem eru seldar í allavega 3 kaffihúsum, 3 eða fleiri. Og það þetta allavega 3 kaffihúsum sem lykillinn hér. Að ef við skrifum hana svona, ef við skrifum bara select coffee average price from Cells og Group by Coffee, þá fáum við allar kaffitegundur og meðalverð þeirra án tillits til þess hvað það selt á mörgum stöðum. Síðan getum við keyrt having count coffee house meira eða saman sem 3. Og þá verða eingöngu niðurstöður þar sem að viðkomandi kaffi selt í 3 eða fleiri kaffihúsum. Og athugið eitt, og þetta lykilatriði. Eins og ég var að lýsa þessu, þá keyrir þetta á eftir grúppæ. Og það rétt. En við það að setja count á dálk sem ekki aggregated í selectinu, þá gerist ekkert annað en það að gagnagrunnurinn heldur utanum þetta count coffee houses í grúppæ hlutanum og filterar síðan. En lykilatriði fyrir ykkur þið megið hafa aggregate skilyrði í having sem eru ekki í outputinu í select. Já. Getur maður vísað í having dæminu að þú búin að tiltaka fram Cells Já. þá vísað í Alla dálka í Cells. Getur þú vísað í alla dálka í Cells af því að það búið að telja Cells upp í framskilyrði í having? Svarið almennt já, en það ofsalega vond hugmynd að vísa í eitthvað annað en aggregate gögn vegna þess að þetta gerist svo seint í execution ferlinu á fyrirspurninni
Ef þú setur einhvað í having sem gæti verið í ver, ef þú myndir bara setja ver coffee house saman sem einhver fasti, að þá gerist það miklu aftar í execution-ferlinu heldur en ef það væri í verklausu og þú endar á að fyrirspurnin tekur mjög lengri tíma. Svo eina sem þið eigið að setja í having eru, hvað ég segja, síunarskilyrði sem hafa með aggregation að gera. Ef þið notið ekki aggregation í síunarskilyrðinu, þá eigið þið ekki að hafa það í having. Þó svo að það virki. Þannig að basically það sem grunnum gerði þarna út af þessu aggregation fallinu. Já. Nú til allar töflurnar sem ræði sig. Sko, nei, hann alltaf lítur á hvaða dálkar eru taldir upp í fyrirspurninni. Hann sér að einu dálkarnir sem við erum að horfa á eru coffee, average price og coffee house. Svo það er eina sem hann horfir á. En hann aggregerar coffee house alveg eins og price. Og endar síðan á að filtera á having count. Svo en lykilatriði fyrir ykkur að muna er að aggregation dálkarnir sem þið notið í having þurfa ekki að vera í select. Það er mjög oft í select hlutanum en það er ekki nauðsyn. Svo. Við getum sett hvað sem er í subquery í having hlutanum. Við förum seinna í það. Fyrir utan subquery, hvað ætlaði að segja því sem? Undir fyrirspurn. Subquery og nested query er sami hluturinn, hins vegar. Þær geta vísað í dálka ef þeir eru annarkvort grouping attribute eða aggregated og sama skilyrði og fyrir select klausur með aggregation. En eins og þið sáuð, þá megið þið vísa í hluti líka sem að eru hluti af töflunum sem þið eruð að selekta upp úr, svo framalega það falli að aggregationinu sem þið eruð að nota. Og að nota coffee house fyrir aggregatið á coffee er algjörlega valid. Svo horfum við frekar á fyrirspurnina heldur en það sem segir hér. Svo fyrirspurnin er rétt. Þið megið þetta. Og nú ætlum við að skrifa fyrirspurn. Fyrir hvert kaffihús sem selur meira en eina kaffitegund. Sýnið fjölda kaffitegunda sem eru seld í því kaffihúsi og meðalverð. Svo að þið þurfið kaffihús, kaffi og verð. Nei, fjöldan. Þið þurfið kaffihús, fjölda og meðalverð. Afsakið. Jú, kaffihúsið, en ekki kaffið, ekki kaffitegundina. Birti bara kaffihúsið og síðan fjölda kaffitegunda og meðalverð þeirra. Já. Count telur ekki null. Og sömuleiðis 0, ekki inn í meðaltöl. En í þessu tilfelli er það ekki atriði
Þess að coffee er lykill í töflunni sem þeir eru að velja þetta úr og það er engin nöl. Réttu upp henda þeir þið búin. Ok, það er góð slatti búin. Skulum við rúlla yfir þetta. Skiptir máli hvort kemur undan having eða group by? Já, sko, eru þið búin að læra Bacchus Nárforms? Hafið þið lært Bacchus Nárforms? Ok, skal bara taka eldsnöggt, eldsnöggan út úr. Notum þetta bara sem dæmi. Þetta eru Bacchus Nárform. Þetta er að lýsa fyrir ykkur bara flæði á syntax. Þetta er að skilgreina syntaxin. Og ef þið lesið Bacchus Nárform fyrir gagnagrunnuna, að þá er röðin alveg fixt. Stakkað. Ég mæli alveg með að þið googlið þessa hluti bara. En röðin á þessu er fixt. Svo að þið eruð gagnagrunnarnir gætu verið með einhvern sér útfærslur á þessu, en almennt verðið að telja þessi stóru element, select from, where, group by, having, ordered by, í fastri röð. Skrifa ég Bacchus Nárform. Bacchus sem er C, Nár er N-A-U-R. Þetta er, ef þið farið í þýðendur, sem ég mæli mjög sterklega með að gerið, æðislegu kúrs, mjög praktískur fyrir industry, að þá lærið þetta. En þá getum við snúið okkur aftur að þessu. En þið getum notað þetta líka bara til að sjá syntaxin á select-setningum. Nema þá myndi ég leita að þessu fyrir Postgres. Ég nota Oracle bara það mikið að ég vissi hvaða síðu ég myndi lenda á. Svo, fyrir hvert kaffihús, við erum að eltast við verðupplýsingar, svo við erum enn á aftur að taka upplýsingar úr Cells. Og það er engin verðskilyrði hér. Hvað viljum við selekta upp? Sammála því. Maður sjá, S-Coffee og þið afsakið að ég set ekki nafn á dálkana vegna þess að ég kenni ekki fyrir. Og á hverju viljið þið grúpa þetta? Já. Og hvað viljið þið setja í having? Það er rétt. Já. Já. For each. For each segir þið það. En segjum að ég var ekki bara að gera það. Já. Það er grúpan fyrir S.Coffeehouse
Já. Verðið þú ekki að hafa það í select-skipinu? Jú. Sko, eftir því sem ég best man, þá verður að hafa það. En ég viðurkenni, ég hef líklega aldrei prófað það. Vegna þess að ef þú gerir það ekki og ef ganglingurinn leyfir það, þá færðu óvitrinnar niðurstöður. Þannig að þá færðu bara fjöldaverð og þú verður enga hugmynd á hverju það er. Svo að ég myndi giska á það verið ekki leyft, prófið það endilega, en niðurstöðurnar eru hvort þau eru ekki vitrænar. Það kemur alltaf niður að við viljum hafa alltaf úrvæði sem eru með select. Þú verður að hafa, ef þú ætlar að fá eitthvað vitrænt út úr því, þá verður að hafa það sem er í grúpæ í select hlutanum. Annars veistu ekki fyrir hvað eru þessar niðurstöður. Ok, aðeins öðruvísi. Fyrir hvert kaffihús birtið fjölda kaffidrykkjumanna sem að sækir kaffihúsið reglulega. Búinn? Hve margir eru búinir? Já, þetta er ágætislega. Þessi er einfaldari. Hvaða töflu vil ég nota fyrir þetta? Frequents, sammála því. Og hvað vil ég selja upp úr henni? Já, sammála. Og það er væntanlega þetta sem þið áður að fá. Og grúpæ f.coffeehouse. Já. Flóknar er hún ekki. Allir sammála þessu? Við þurfum alltaf að skoða gögnin dálítið til þess að finna einföldustu leið til þess að svara fyrirspurnunum. Ef þið þurfið ekki að setja join og einhverja flækju inn í þetta, þá gerir það líf ykkar einfaldara og skemmtilegra. Fyrir hvern kaffidrykkjumann sem sækir meira en eitt kaffihús, sýnið fjölda kaffihúsana sem hann eða hún sækir. Og þegar sjáið for each drinker, þá þurfum við að setja kaffidrykkjumannin í output. Annars verða niðurstöðurnar ekki vitrænar.
skrifið þessa. Þegar þið sjáið svona skilyrði, eins og það sem ég strika undir hérna, þá er nokkuð örugglega verið að biðja ykkur having. Það er bjallan sem á að hringja. Réttið upp handið verið búin. Ok, ég ætla að gefa ykkur aðeins lengri tíma. En þetta eru dæmi fyrirspurnir sem þið þurfið að geta skrifað með mjög lítilli umhugsun. Úr hvaða töflu eða töflum viljið þið lesa þetta? Frequenz. Já. Og hvað viljið við lesa upp úr henni? Count. Mánu sjá, já, eins og taflan var upphaflega skrifuð, þá var hún skrifuð þannig að drinkur var eitt lykillinn. Og þá geti hver kaffidrykkjumaður eingöngu sótt eitt kaffihús. Og það sem að það væri tiltölulega sovjest, að þá breytti lyklinum og hann er núna drinkur og coffeehouse. Sem þýðir það að drinkur getur sótt eins mörg kaffihús sem hann vill, en hvert þeirra er bara skráð einu sinni. Og við viljum augljóslega grúpa þetta á F-drinker vegna þess að það er eini dálkurinn sem er í select hlutanum og er ekki í aggregation falli. Og hvað vil ég setja í having klusuna? Count f.coffeehouse. Meira en einn. Já, það má sem sagt ekki vísa í count f.coffeehouse as. Nei, þetta eru skópmál. Af því þetta er í sama skópi, þá getur ekki gert það. Nú skal ég sýna ykkur hvernig þú gerir það, hins vegar.
og bara varúð sem ég er að sýna ykkur núna er eitthvað sem þið þurfið ekki nauðsynlega að kunna í augnablikinu. Og þá sko, við þurfum að setja ytra select sem að selectar countið upp og setja group by og having svo CNT, þá skrifum við select, og nú ætlum ég að gera ósmekklegan syntax, sví opnast, utanum hitt selectið, sví lokast og það er ekkert F hér, eins og við erum að select stjarna from. Relationun okkar sem við erum að selecta úr er selectið sem er á milli svígana. Þá setjum við bara group by drinker og having CNT meira en 1. Þetta er aðferðin við að gera það. Þá setjum við skiptum þessu upp í 2 select, ytra og innra. Ef að þið viljið gera þetta. Stundum verður það miklu hreinna fyrir það, stundum verður það bara flóknara. Svo það er alltaf matsatriði hvort þið viljið brjóta þetta upp eða ekki, en ég geri enga kröfu á að þið kunni þetta. Almennt praktískir punktar, og þetta á sérstaklega við þegar þið færið að nota SQL í hugbúnaðargerð. Forðist stjörnu eins og heitan eldinn, og hún getur valdið ykkur fullt af vandamálum. Eins og það sem ég nefndi í síðasta tíma, fjarlægið dálk, bætið við dálki, og ef dálkarnir gefum okkur bara allir dálkarnir í töflunni séu sömu tegund til einföldunar, að þá eru það að lesa vittlausa dálka inn í breyturnar í forritunarmálinu á þess að fá villur. Ef þið teljið upp dálkana, þá fáið þið villu, sem er mikið betra heldur en að kerfin ykkar keyri áfram en að allt sem þau gera sé vitlaust. Þið notið þetta í count stjarna og þegar þið notið count stjarna þá eru þið bara að pæla í fjölda raða í töflu. Athugið að þegar þið notið count stjarna þá getið þið alveg eins notað count á dálk sem er með unique lykil. Hvort sem það er einn dálkur sem er primary key eða talið primary keyin eða einhver annar dálkur sem er með unique key. Það skilar ykkur alltaf sömu niðurstöðu. Svo count stjarna er ekki nauðsynlegt en það er allt í lagi að nota það. Þið notið stjörnu stundum í exists. Við förum í það aðeins seinna. Og þeir eru að skrifa tilraunir, bara að reyna að finna út hvar eru gögnin sem við erum að leita. Þá skrifið þið náttúrulega count stjarna. Þið bara setjið það ekki inn í hugbúnaðinn þegar kemur að því að klára fyrirspurnina, þá skrifið hana með dálkum. Hugsið röð á niðurstöðum. Það er mjög vel þekkt að fólk skrifar select-setningar, setur það í production kerfi og verður síðan mjög undrandi þegar að röðin á gögnunum breytist eftir að það er búið að eiga við indexa á töflunum. Já. Í þeim dæmum sem ég bið ekki sérstakar röðun megið þið nota röðun. Já, en almennt mæli ég með því að þið leysið öll vandamál á einfaldasta hátt vegna þess að það sparar ykkur tíma og á prófi þá er betra að halda sig bara við nákvæmlega það sem er beðið. En almennt þá megið þið það í verkefnum. Já, það sem ég var að segja röð er að SQL standardinn tryggir ekki röðun. Aldrei. Nema þið skrifið order by klausu. Svo ef þið þurfið að hafa ákveðna röð á gögnunum, þá verðið þið að skrifa order by klausu, þó svo að þið hafið séð að fyrirspurnin skili alltaf gögnunum í réttri röð. Það stýrist að því hvaða indexar eru á gögnunum. Og ef þeir breytast, eða execution planið, þar sem hvernig gögnin eru sótt og byggð upp, breytist, þá fáið þið bara alltaf aðra röð, nema þið hafið order by. Þetta er algeng villa. Notkun á vjúum og stefjum. Við förum í það seinna, en þetta er í raun endurnýtanlegur kóði í gagnagrunni. Farið samt varlega með vjú vegna þess að þau eru flugbeitt verkfæri og getur mjög auðveldlega skorið ykkur. Og sem almenna reglu ekki skrifa vjú ofan á vjú.
vegna þess að view indirection, eins og pointer. Og að skrifa view-un af view eins og að skrifa pointer á pointer. Og þegar eru komin 3, 4, 5 lög af þessu, þá ofboðslega flókið að vinna ofan af því og fyrirspurnirnar verða líka miklu dýrari í keyrslu ef þið gerir þetta. Notið almennt töflu aliasa og þarna sýnt dæmi úr SQL Server með bracket í kringum nafn sem með bili í. Forðist að skrifa töflunafn með bilum. Það getur eingöngu valdið ykkur hausverk. Þetta svona eins og að nota íslensku í breytuheitum. Ekki gera það. Og þið fáið styttri og læsilegri kóða fyrir að nota aliasana. Og kannski aðalpunkturinn, SQL ekkert annað en kóði. Þetta bara ekki procedural kóði. Og þið verðið að hugsa þetta eins og hvern annan kóða. Þegar þið vanda SQL sem þið skrifið, eða fyrirspurnir sem þið skrifið, alveg jafn mikið og þið vandið klasana og föllin sem þið skrifið í proceduralmálunum. Þetta sami hluturinn. Nú skulum við taka fyrirspurn. Skrifið fyrirspurn sem finnur ódýrasta kaffið. Og við erum bara að leita að nafnin á kaffinu. Við bara að finna ódýrasta kaffið. Við þurfum ekki verðið á því að neitt annað. Já, spurning varðandi view. Megið nota view í allar fyrirspurnir líka? Nei. Það einfaldast svarið við því. Vegna þess að view ekkert annað en indirection eins og pointer og það hjálpar ekki á nokkurn hátt. Skrifið fyrirspurnirnar bara nákvæmlega eins og beðið Og það sama ég myndi reynda að segja ykkur almennt hugbúnaðargerð. Ekki nota view nema þess að komin upp í vöruhús gagna. Fram að því sjaldnast ástæða til þess. Þess að eina sem þið gerið að fela útfærslu fyrir þeim sem að horfa á miðlagið og það gerir hugbúnaðinn erfiðari í viðhaldi. Ef ég ætti að setja þetta fram í mjög einfalda reglu, almennt hugbúnað, þeim mun meira af lógíkinni sem skrifuð til þess að leysa vandamál sem á sama stað, þeim mun auðveldara verður að viðhalda hugbúnaðinum. Og bara þeim mun einfaldari sem hlutirnir þeim mun minna verður að villum og þeim mun ódýrara verður að viðhaldunum. Svo þeim mun meira sem þið getið komið af lógíkinni hvernig þetta hangir allt saman á eitt stað, þeim mun betra verður þetta. Sem þýðir, þið skrifið ekki view í gagnagrunnum og select stjarna frá view ver eitthvað í miðlaginu, þið skrifið select setninguna sem þið ætluðu að setja view í miðlaginu. Þannig fáið þið betri hugbúnað sem einfaldari í viðhaldi og ódýrari. Ja, hvernig ætlum við að skrifa ódýrasta kaffið? Hvaðan viljið þið selekta það? Já, það verðstaðurinn okkar. Og hvað ætlum við að selekta upp? S.coffee. Já, það allt sem við höfum áhuga á. En hvað viljum við setja í frekari skilyrði? Maður sjá, duglegur. Maður sjá, byttu nú við. Tókst að tína þessu. S.price
sama sem select min s2.price from cells s2. Athugið að ef að fleiri en ein kaffitegund seld á sama ódýrasta verðinu, og ég töpuðum hérna líka, að þá fáum við fleiri en eina röð út, eins og þessi fyrirspurnin skrifið. Bara ef það eru fleiri en ein kaffitegund sem á lægsta verðinu, þá fáum við þær báðar út. En það náttúrulega líka rétt, þess að þá birtu við ódýrasta kaffið. Það var bara ekki ein tegund. Já. Þetta enn og aftur, ég rosalega ánægður með spurningarnar ykkar. Ef þið skrifið einhvað eins og take one eða first rows 1 og svo framvegis, hvað tekur hún? Það stýrist af orðabæklausunni. Ef þið hafið enga orðabæklausu, þá það bara, þá getið litið á það sem random úr settunum sem skilað, en á endanum snýst það af indexunum og töflunum. Ef þið setið hins vegar orderbæ, þá það fyrsta stakið í einhverju röð. Svo ef þið að nota top rows og sambærilega hluti, notið alltaf orderbæ. Það bara happa glappa hvað þið að pikka. Hefði verið að keyra orderbæ price og velja toppinn? Já. En það nokkuð örugglega dýrara. Ef þú pælir hvað gert að bak við tjöldin, þá til þess að gera það, þá þarftu að taka alla töfluna, raða henni og velja fyrstu röðina. Ef þið keyrið þessa útgáfu, þá með indexum, að þá þurfið þið bara, þá þurfið þið að finna, lágmarksverðið sem reyndar að fara í gegnum alla töfluna einu sinni en ekki raðinni. Það bara lesa einu sinni í gegnum hana. Og á endanum nota þér það sem heitir row ID eða CT ID í Postgres til þess að sækja röðina beint. Bara sækja pageið og finna röðina. CT ID adressa á blaðsíðu sem geymt á disk eða í bufferkassinu og við förum aðeins betur í það seinna, allavega diskhlutan af þessu, ekki bufferkassið. Svo að það meira efficient að skrifa þetta svona heldur en að raða allri töflinu og pikka fyrstu röðina. Jú, það líka réttara. Já. Þá myndur við bara fá aðra, það líka alveg rétt hjá þér. Ef það verið tvær kaffitegundir sem væru jafn ódýrastar, að þá myndi top rows bara birta aðra af þeim, en þessi fyrirspurn birtir báðar og þar af leiðandi réttari út frá því sem við erum að eltast við. Það alveg rétt. Já. Af hverju skrifa ég subquery? Þetta hér. Sjá. Af hverju skrifa ég þessa blokk? Vegna þess að þarna ég að pikka út eitt gildi til þess að nota í samanburði. Og ég hef þetta gildi ekki þegar ég að evaluata verklausuna. Verklausan metin þegar við erum að labba í gegnum röð fyrir röð. Og á þeim tímapunkti hef ég enga hugmynd hvaða gildið þetta Svo ég verð að sækja það sérstaklega til að geta nota það í samanburðinum þegar ég labba röð fyrir röð í gegn og met verðskilyrði. Já. Svo framleiðis ég ekki að nota það í samanburði, já. Ef ég þarf ekki að nota það í verðskilyrðinu til þess að meta hvort ég ætla að hafa þessa röð í niðurstöðum eða ekki, þá má ég setja það upp í select-hlutann. Ef ég þarf það hins vegar til að meta hvort að röðin á að vera inni eða ekki, þá þarf ég að skrifa subquery fyrir það. Og þá fáum við enn eina fyrirspurn. Mánum sjá, við höfum hvað? Tæpar 10 mínútur? Eða 2 mínútur? Ok, þá ætla ég að hoppa aðeins yfir og taka fyrirspurn sem pínkulítið flóknari. Og rúlla yfir hana með ykkur, bara til þess að útskýra hana. Þetta mánum sjá,
Þið sjáið skemað hérna uppi. Þessi aðeins flóknari að þið þurfið að hugsa svolítið öðruvísi og nú ætlum við að fara yfir hérna, veist hvað ég þarf að skrifa mikið til að skrifa þetta. Ég ætla bara að skrifa svarið niður fyrir ykkur og útskýra það. Þetta. R-production C-prod salary from roles R join conducts C on C production. Ég ætla að stytta þetta. R prod, þetta production bæði. Group by R production, það eini dálkurinn sem ekki aggregated í niðurstöðum. Svo það augljóst. R-prod salary, við ætlum að raða þessu hérna plus descending. Það fáum við efsta fyrst. En stóra spurningin af hverju summa ég hérna gildið úr annarri töflunni og afritsa úr hinni til að finna það sem ég að leitast við hver heildar framleiðslukostnaður á einu verki eða á öllum verkum raðað eftir hérna verði. Ég ætla að birta nafnið á dýrasta verkinu fyrst og hvað kostaði það í framleiðslu. Af hverju nota ég average en ekki sum? Ég að leggja saman úr roles hvað var leikurunum borgað og úr conducts hvað var hérna leikstjórunum borgað og ég að líkleita saman á production. Og ástæðan fyrir þessu ef við gefum okkur að hér séum við með töfluna roles sem með dálka, gefum okkur að production sé bara hérna, þetta production og síðan erum við með kostnaðinn og hér erum við síðan með conducts og það með hérna, þetta lykillinn sem við ætlum að líkla saman á, það eina sem við erum að horfa á og það 4, leikstjórinn rándýr. Þegar við keyrum joinið og aggregerum síðan upp úr joininu, hvað gerist? Það sem gerist það verður til ný relation. Setjum hana bara hér, það sem ég pláss fyrir hana, sem með ID-inu 1, 1, 1, það eru 3 raðir í R og síðan fáum við 1, 2, 3, 4, 4, 4. Þannig að ef ég summera þetta upp, þá fæ ég hérna 3 sinnum, þar sem fjöldin í R, kostnaðinn á leikstjórunum. En að því ég veit að leikstjórun einhverjum lykill í conducts, þá tek ég average. Þess ég veit að þá fæ ég út hvað kostaði hann í raun. Þið getið ekki alltaf keyrt bara sum og treyst á því að það sé rétt. Þið þurfið að skoða gögnin og þið þurfið að skilja hvað gerist á leiðinni. Þarna byrjum við að búa til joinaða relationið og aggregerum síðan upp úr því. Og þetta það síðasta sem ég langaði að fara í dag. Takk fyrir í dag.